Hæ, ég heiti Haukur Reynarsson og við erum að horfa á íslensku torfæruna. Herðu, þá erum við komin í skúrin hjá Jón Gísla Benjamínsyni, tím Móri. Já. Sæll og blessaður. Sæll, verið velkomin. Takk fyrir. Við erum í Vestmannaeyjum ennþá. Já, í kuldanum í Vestmannaeyjum. Það er ekki kallt hérna. Nei, ekki. Er þið kallt? Já, mér er alltaf kallt. Já. Herðu, ég sá þig síðast í Hafnarfirði það ekki? Já. Þá varstu að keyra á Imsey? Já, fekk bílinn lánaðan hjá Svan. Já. Og prófaði að keppa. Og við viljum sjá hvort þetta var í sport fyrir okkur, þó að við nú byrjaðir á þessu þá, en þetta hentaði okkur fínt held ég. Já, það? Þú ert ekki tættu við? Ekki ennþá. Svanur er reyndar með eitthvað leiðindi að ég þurfa að laga bílinn eftir mig þar, en ég ætla að klára þennan fyrst og sé til með hann. Já. En herðu, viltu segja okkur gott að gera? Herðu, við bræðurnir fórum í það að smíða okkur torfærubíl. Við erum búin að vera að ganga með það í Eða nafngreina bræðurnar? Já, Sævar Brynjólfsson og Óðinn Brynjólfsson eru með mér í þessu og vinahópur í kringum okkur. Og við Sævar erum búin að vera með Magga í liði og ég er búin að vera með Aronni og Svan. Magga á kubbnum þá? Magga á kubbnum, já. Og Aron og Storm? Já, Aron og Storm og Svan og eins einn undanfarið. Já. Og svo fengum við þá, eða ég fekk þá dellu að byrja að smíða og búin að ganga með hann svo sem lengi. Svo þegar ég fann búr sem að mér leist á að smíða eftir og þá óðum við af stað og hingaður við konni með þetta. Þú ert nú ekki með það sem maður segir, menn tala alltaf það er íslenska útgáfan, norska útgáfan og svo heyrði ég í gær Óla útgáfan hjá Orra. Já. Eins og Óli sem er að smíða með Orra, hann sagði sko það búið að vera að gera bíla og heivagna öll þessi ár og fara yfir gufuvagna og þannig að það er ekkert að finna upp hjóli sko. Nei. Það er bara hvað útfærsla er. Já, nákvæmlega. Við ákveðum með þessum eiginlega að reyna að smíða eitthvað aðeins öðruvísi án þess að finna upp hjólið. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað búrið? Eða hönnunina? Hönnunin af þessu er af Ultra 4 grind sem að ég fann í Bandaríkjunum, framleitt í Bandaríkjunum fyrirtæki þar. Við hættir að framleiða reyndar. Og hönnunin er þaðan. Hluti af stærðinni er fenginn að láni hjá honum Svan á eins einn, ekki fenginn að láni, hún er stólinn. Hvað segir aftur? Hún er stólinn, hönnunin hjá honum frá Svan, þessar stærðirnar. Já, en hönnunin sjálf er þessi Ultra 4 grind sem já, lúkkið á hann þannig séð. Já, lúkkið og svo Vestmannaeyju sko með restina. Vestmannaeyju sko? Já. En hvað er mikið eftir það? Hvenær verður þú farin að prófa? Við erum að vona að við náum að prófa í vor eða sumar. En það er svona, þetta hefur gengið eiginlega ótrúlega vel hjá okkur. En við höfum ekki sett okkur neitt tíma á það hvenær við klárum. Þið eru ekki ákveðnir að koma í sumar að keppa? Það væri voða gaman en það er ekki motto hjá okkur. Bíllinn verður kláraður almennilega og prófaður almennilega áður en við verðum farið að keppa. Það verður bara surprise fyrir okkur hinn. Við vonum að við komum en hann verður, eins og ég segi, hann verður prófaður og kláraður, hann verður ekki komið með hann hálfkarraðan í keppni. Segjum þá annað, svo yfir því byrja að skoða þessa bíla, þá skoða þið framhásinguna. Já. Og hérna er nú ekki mikið að sjá samt. Nei, þetta er eins og margt annað hálfsmíða hjá okkur. Hvaða hásing ertu með hérna? Heyrðu, þetta er Dana 60 sem við ákveðum að nota Dana 60 út af því að við áttum hana til. Já. En er hún ekki klett þung alveg? Jú, algjörlega. Það verður að hafa einhverja jarðfestu? Já, þetta verður bara, þetta var til, þá verður að nota, svo verður bara framtíðin að koma í ljós hvort að við setjum eitthvað annað eða léttum eða hvernig þetta bara koma út. Ertu með orginal rörin og allt í þessu? Já, þessi hásing byrjaði reyndar sem afturhásing, lífið þannig. Á þessum bíl? Nei, á undan ekkurlein. Og við skarum hana til bara til þess að hún myndi passa sem framhásing. Dana 60 Ford? Já, hún er frá Dana 60, frá Dana sem sagt, ekki frá Ford. Já. Jú, þetta er úr ekkurlein. En fjöðrunarkerfið? Já, við erum með dempana sem Þeir eru bakkar ennþá inn? Já, það er búið að vera sjóði í kringum á. Þetta er Terra Firma heitir þetta, frá bresku fyrirtæki. Er þetta eitthvað sem margir eru með það?
Ég held að hérna á Íslandi séu bara þessi bíl og Svanur enn sem komið allavega með ok. Ég setti þetta undir bílinn hjá Svan í seinasta vetur og það var mjög þægilegt og gott að eiga við þessa einstaklinga á Breitlandi að kaupa í gegnum. Þú ert ekki umbóðsmaður fyrir það þannig séð? Nei, alls ekki. Nei. En hérna stífukerfi hjá þér? Já, þetta var svona hönnunin eða svona það sem ég eltast við að hluta til eins og uppsetning hjá rockbánsinunum í Ameríku. Já. Og Ultra 4 líka. Þetta er svona Ultra 4, já, það er búrið. Já, það er búrið og keppnisgreinin Ultra 4 sem að keppi í Bandaríkjunum mikið og í Evrópu reynda líka. Já. Og ég stúderaði það dálítið hvernig þeir eru að setja upp og ákvað að prófa það og elta þá í því. Nákvæmlega. Það var einfalt og fínt, þannig að það var nú eiginlega aðalástæðan. Varstu ekki að segja mér að þetta er uppalega hannað fyrir mikið hraðakstur? Jú, þessi grind var að hugsuð fyrir það að þeir eru að keyra hratt frekar í þessu Ultra 4 og eru að velta á þó nokkur hraða, þannig að þetta var hugsað með öryggi í byrjun. Já, ok. Þess vegna útlitið er fyrst og fremst hugsað eftir öryggi. Allavega eins og ég lært mér til með þetta hjá þeim og skoða þetta. Já. Og ég búinn að sjá myndbönd af þessum nokkur svona grindum sem hafa lent í smá krassi og þeir hafa komið ótrúlega vel út úr því. Enginn hefur brotið eða beglað búr eða? Eflaust ykkur beiktað og svoleiðis, en það var enginn slasað sig allavega af þeim sem ég hef allavega að fylgjast með sem eru með þetta. En herðu, hún kemur milljón spurningin. Já. Hvað er hún í húddunni hjá þér? Það er náttúrulega Chrysler. Það er ekkert annað í boði fyrir okkur. Fyrir ekki að nú var ég að stoppa þig. Já. Þetta er setning sem ég hef ekki heitt áður. Nei, við erum helsjúkir móbaramenn og við hefðum ekki farið í að smíða þetta nema að setja Chrysler í þetta. Er ekki til lyfið þessu? Nei, þetta er góður sjúkdómur, góðkynja sjúkdómur, móbar. Þetta er góðkynja? Þetta er ekki illkynja í axli. Þetta var verið Segðu hvað sem mótor í það er? Þetta er 6,2 lítra Hellcat mótor með blower, eins og orginal með blower. Já. Hann er uppsettur 707 hestöfl eins og hann er. Já. Á 90, eins og Amerikanin keyrið á 93 oktana bensíni. Hann verður á 90, við ætlum að keyra bara 95 í bara standard útfærslu. Þið ætlaði ekkert að vera með reisbensín á hann? Nei, við ætlum að reyna að fá allt út úr uppsetningun og öllu áður en við förum að nokkuð tíman eiga við það. Já, ok. Og það er þá spurning að ef við þurfum meira afl, hvort að við klárum þetta ekki á þessum og kaupum svo næsta kit fyrir ofan bara sem er 1000 hestöfl. Eða farið í 98? Já, við að fara þá. En þá þurfum við, ef við förum að tjúna mikið, ef við förum eitthvað vel norður fyrir 1000 hestöfl á þessum mótor, þá þurfum við að fara inn í hann og annað eins og það að skiptum hluti þar, þannig að Þið ætlaði ekkert í það? Nei, það er ekki, okkur finnst það ekki spennandi. Við ætlum að láta þetta endast eða vonast til þess að þetta endist almennilega þessi mótor. Þetta er ekki, maður mæðir ekki mikið á honum í 700 hestöflum, þannig að Er einhver reynsla af þessum mótorum á Íslandi? Það eru að ég held 3 eða 4 svona mótorar á Íslandi í bílum, í Hellcat Challenge. Já, það er ekkert í svona torfærum eða samspilnu eða Nei, þetta er eini kreitmótorinn sem ég veit af. Já, ok. Þannig að þetta við svona Og hann er bara splungun nýr? Já, þetta er bara nýr mótors. Fengum með honum, eða sem keyptum reyndar eftir á vélatölvuna fyrir þennan frá Chrysler. Já. Og allt vélalúm, inngjöf og allt sem fylgir honum. Já, ok. Hann er allur standard nema bara eitt trissuhjól hérna sem er gert til þess að halda betur utan blásarann. Já. Og hérna, annars að öllu öðru leyti er hann bara orginal. Allt orginal. Varstu ekki að segja mér þegar ég var að spyrja hérna áður við byrjuðum Keflavahjólið? Keflablásarahjólið? Ég kann ekki alveg að tala maður. Þetta hérna? Já. Hvað varstu að segja mér það? Þegar hann er á fullir í gjöf? Já, það er út af því að þetta er bara fjöldaframleitt og á að vera þægilegt í notkun öllu, þá er þetta hannað með einstemmikúplingu hérna á bakvið. Þannig að þegar það er slegið af, að þá fríhjólar blásarinn sjálfur. Já, hann bremsast ekki niður? Nei, þannig að það minnkar álagið á reimin alveg gríðarlega. Já. Og við vona
Já, við vonum það og við heldum að það verði það, að þetta verði til friðs, þetta dót. Þetta það allavega í framleiðslu og það sem menn að keppa með þetta, það ekki vandamál. Og hjá ömmu sem keyrir Hellcatin í Ameríku, út í búð. Já, einmitt, þetta Varstu ekki að segja það? Jú, þessi mótor hannaður fyrir það að fara bara í fjöldaframleiddan bíl og amma getur keppt hann og farið út í búð á hann. Og sagður ekki líka eitthvað annað? Reykspóla út á staðinu? Já, og svo getur amma reykspóla það eins og maður vill, fyrir utan umbúðið, sko, og það samt í áfrið. Já. En herðu, svo kíkjum við inn í bílinn, það náttúrulega ekki mikið að sjá hjá þér þegar þú ennþá í smíðum. Já, ekki ennþá. Skiptingin hjá þér? Já, það verður 727 Chrysler skipting. En þú ætlar að halda alveg við það? Já, þetta bara almennilega smíð, þú verður bara, það ekkert annað sem að verður. Ekkert rusl notað? Nei, ég held ekki. Þetta verður, hún á að höndla þennan mótor alveg með þessum breytingum. Þú veist það líka ef að skipting eitthvað klikkar hjá þér, það muni spila þetta inn á fyrir því alveg reglulega. Já, algjörlega. Ég reikna með því. Og þó það klikki ekki. Þá felum við það vel ef það klikkar eitthvað. Nei, hún verður preppuð aðeins upp og svo verður hún máluð gul. Hún verður gul. Af hverju gul? Út af því að það svo sjaldan sem hún sér gular skiptingar klikka. Þetta Raggi Skúla eða? En hvaða plöt ertu hana? Þetta vélaplata. Ég smíðaði til þess að hafa almennilega festingu og tengingu við búrið þannig að ég geti notað hann sem styrk líka. Það milliplata hana til þess að rétta skiptinguna af eða sem sagt að halda skiptingunni og vélinni hérna aftan. Já, þetta eins og Gunnar Pálmi hjá sér. Já, ég sé ekki eins en. Já, ég sá hjá honum að hann með mjög svipaða uppsetningu. Það til að fá styrk í framöndan á bílum líka? Já, til að binda hann vel saman. Já. En segðu mér svo annað, svo ertu með eitthvað stút aftan á skiptingunni? Já, það kemur svo, verður sennilega notaður þessi og svo kemur ljónakassi hann aftan. Ljónakassi? Já. Er Chrysler ekki með? Ég vona að þeir smíði fyrir mig úr helmingunum sem verður notaður að verði Chrysler dót. Já, meinar. Já, annars fer ég með þetta til Prest og leita allavega særu úr því alla slæma enda. Það er spurning. Já. En það er eitthvað dót sem að virðist vera eina sem ég viti að nota, hangir og hangir, þannig að... Það er enginn sem hefur talað að þeir sé að bila? Nei, nákvæmlega. Og það er spurning hvort það þurfa eitthvað að særa það? Nei, nákvæmlega, vonandi ekki. Það er kannski í versta falli að slá eitt Chrysler-merki í hann. Já, meina, þú getur beðið bara Skúla að renna það í því. Já, ég get gert það. Já, að líði þið betur. Já. Segðu mér svo, eins og mælabóli hjá það sem kemur hér eftir, ertu búinn að hanna það eða? Nei, í raun og veru ekki. Það verður eitthvað mjög lítið. Það verður að koma bremsuunitinu fyrir hérna og stýrinu. Bremsuunit, hvernig ertu með glussa eins og hjá? Já, það verður eins og besti parturinn í bílnum hjá honum Svan, það verður Chrysler. Sem að þú settir í vantarlega? Já. Eins og ég hef sagt við Svan að við erum konir vel á veið með að gera bílinn hans almennilega. Við erum byrjum á bremsunum og svo skiptum við restinni. Það sem þú ert búinn að laga. Já. Þetta er alltaf leið, þú getur sagt það sem þú vilt, það fyrir allt óritskoðað út. Já, það er fínt. Það er alltaf leið að skjóta á kallinn, hann skýtur á mig og ég er gaman að því. Eins og ég hef sagt við hann að bílinn hjá honum getur orðið helviti góður og höldum áfram að skipta út Chrysler hlutunum. Setja Chrysler hluti að nýjan. Já, ekki skipta þeim út. Já, ekki skipta þeim út, heldur setja það í og endanum geta hann góðið með helviti góðan bíl held ég. Þú verður með svo ég hætti nú að gera grín að Svan. Við höfum bara ákveðin tíma við hérna. Þú ætlar að með vantarlega mælaborð, svona tölvu eða ekki? Jú, það verður display fyrir vélina bara. En svo verður aukalega olíuþrýstingsmælir og hitamælir. Er það ekki inn í displayinu? Jú, það er inn í displayinu. Þeir verða aukalega, ég ætla að hafa á þannig að þeir verði ekki tengdir í gegnum tölvuna. Þeir verði bara beint tengdir. Bara til þess að hafa tvöfalt kerfi á því að ef annarkvort klikkar að ég sé með öruggan hita og svolítið það geti fylgst með því. Já, svona bakka upp bara. Já, en annars hef ég svo sem ekkert voðalega stórar áhyggjur af mælónum í þessu. Ég sýndist allavega að ég hafði ekki tíma til að vera að horfa á það í bílum hjá honum Svan. Ég hef spurt menn að þessu og þeir segjast horfa á þetta þegar þeir eru að setja í gang og finna hitan og svo er bara keyrt. Já. Þangað til að kvikna rauð, stór, sterk ljós á því það á sér af. Já, ég held að það sé einfaldast og þægilegasta systemið sko. Já. En ef við komum hans aftar í bílinn að þennan, þá ertu með, hvað er það, 1.4? Já, þetta er Gagvarið? Já, þetta er Gagvar. Þetta
Þetta verður einn styrkasta stóðin í bílum. Já, mér líst þér á það. Þetta er með skakkamól á hásningunni. Já. Hvað er þetta að smíða hérna? Heyrðu, þetta er eiginlega það sem að byrjaði. Þetta var fyrsta sem ég smíðaði í bílinn, það var afturhásningin. Já, ok. Ég smíðaði hana sjálfur, eða sem sagt alveg frá grunni bara. Já. Sker út fyrir mig og smíðaði hana. Og hvaða drif fer í þetta? Það verður 9 tómur köffull sem fer í þetta. Ok. En hérna, rörið hérna í þessu. Já. Þetta virkar náttúrulega að því ég er nú ekki vanur að sjá þetta svona. Já. Hvað, er þetta eitthvað spesjafn í þessu eða? Nei, þetta er bara 3 og hálftómur svona hásningarrör. Já. Og svo pressa ég inn í það 6 mm ál til þess að styrkja það. Til þess að sleppa við þá að setja styrkingu utan á hásninguna. Já, ok. Já, þú ætlar ekki að vera með utan á hann eitt? Nei, ekki fyrir ég er búinn að beygja hann einu sinni. Já. Ok, það er gott við mig. Já. Og stífukerfið, er það svipað uppsett og áfram? Já, það er sama. Þetta bara sama eða ekki? Bara nánast það sama. Er þetta kallað A-link eða hvað er þetta kallað? Já, A-link. Ein útfærsla af því? Já, ein af útfærslunum á því. Já, forlink náttúrulega, en þetta er önnur útfærsla bara. Já, sömu demparar aftan. Já, alveg jafn langir og... Já, það er sama lengd en uppsetningin er þannig að ég fái lengra trafil út úr þeim að aftan. Nú? Þannig að plata það eins til. Ég færi það fram á stífunni, þá fæ ég meira trafil hérna aftan. Já, þú færir upp á stífunni, já. En hérna, dömpstoppin? Já, það verður bara innbyggt í þessum dempurum. Er það inn í það? Það er ekki núna, en það eru hannaðir eða sem verða settir upp þannig að þeir ná ekki að slá saman. Já, það er bara uppsetningi það? Já, ok. Þú þarft ekki að vera með utanleikjandi dömpstopp? Nei, ég ætla að reyna að komast hjá því, ef ég mögulega get. Mér finnst það ekki spennandi hlut. Hvað veldur því? Þetta er bara óþarfa, eða sem sagt, mér finnst það óþarfa flækjustig að vera að bæta við 2 dempurum í viðbót. Er það ekki talað með öryggi að það? Jú, en gerir þetta ekki það saman, þetta er allt glussatökkar. Það var að gera það saman. Nú spyr ég bara. Já. Þú veist meira en ég. Já, en mér hugnast ekki uppsetning, þetta bara flækir uppsetninguna að vera með auka. Það er ekki skylt að vera með utan á, bara að sé í bílnum? Það er í bílnum, já, að sé í kerfinu. Já, nákvæmlega. Þannig að vökvafullt bjómstöpp. En segðu mér annað. Það verður eitthvað þýjulegt í honum. Sko nú ég að spyrja því ég var rétt hjá Aron Inga áðan. Já. Að skoða bílinn hjá honum. Og hann benti mér á það að það var allt bogið í bílnum. Já. Ekki reyndar hans orð. Nei. Já, það eru fá rör í honum. Ég horfi nú bara hérna sko. Já. Hvað veldur þessu? Er þetta einhver burðarþolsreikning? Þetta er hönnunin sem sagt á búrinu sem ég elti er svona. Já. Og þetta er upp á styrkin að gera. Hafa meira efni undir í það sem maður mæðir á þessu. Já. Og þetta á að vera sterkara. Og svo lítur þetta út aðeins öðru heldur en allir aðri, þannig að það er ágætt. Og það hefði verið, ef ég verið að smíða hann aftur, þá hefði verið fleiri bognar líka í honum. Nú meina? Þetta varast í að vera bognar? Já. En það verður í næsta bíl bara. Nú? Já. Þú ert ekki búið með fyrsta? Nei, við klárum fyrst. Ertu bara að hanna hann aftur? Nýjan bíl? Já. Það verður það veikur í höfðinu. Maður stoppar aldrei einu sinni. Getur þú sagt mér eitthvað annað? Ég veit ekki hvað ég ætti að ljúga með það. Þú ert prófað að segja sannleikann, það er eitthvað nýtt. Já, það fyrir aldrei vel ef mann gerir það. Þetta verður allt plain og einfalt hjá okkur. Við ætlum að reyna að hafa það þannig. Eina sem við breytum í mótornum, við þurfum að setja aðra olíupennu á hann. Við þurfum að færa sömpið þarna aftan. Já, ekki að framan? Já, þetta er bara til þess að auka plássið þarna reikana síður í. Já. Við verum með svona accumulator fyrir inn á olíuna. Accumulator? Já, til þess að sem sagt ef hann fer á kólf, sem má reikna með að verði að þá hefur olíuþrýsting í einhver tíma meðan hann gengur á kólfi. Já, ok. Og tekur niður sveiflur í olíuþrýsting og fleis. Já. En hérna bodyið á hann? Já, það verður álbody á hann. Smíðað utan á hann úr áli. Það verður... Ertu með eitthvað lúk í huga eða? Ég er svona í áttina því, já. Ég ætla að sá sem að smíða það fyrir mig, hann fær mínar hugmyndir og svo útfærir hann það sjálfur. Ok. Viktor sem að smíðaði fyrir hann Aron, hann kemur til mig að sjá það það fyrir mig. Er það hérna Eyjaflik eða? Já, hann er Eyjaflik. Hérna,
Ertu með eitthvað ákveðna bíltegund í huga eða er eitthvað? Já, það verða svona ykkur í fítusar í honum sem að elta Challenger Hellcatin. Já, ok. Það verður ykkur hint þar í. Það þurfti bara að fá að heyra þetta. Já, það verður eitthvað mópar. Eitthvað Dodge Chrysler. Já, það verður algjörlega svoleiðis. Já. Hvernig eins og maður horfa á bílinn og menn tala hvernig að fara inn úr þeim og út úr þeim allt svoleiðis. Já. Eitthvað að hugsa út í það? Sko, hann hefði orðið þrengri allur ef ég hefði ekki hugsað út í það. En það verður þröngt aldrei að fara inn í hann. En ekkert óyfirstíganlegt. Nei, ok. Ég reiknaði með að Sævar bróðir verði fyrstur til þess að fara að prófa þetta og hann verður í vandræðum og þá breyti ég honum bara út og því ég er aðeins verra en hann. Já. En nei, það á ekki að verða ekki vandræði. Hann verður, þegar inn er komið allavega þá verður hann rúmur, það verða 2 sæti í honum. Já. Verður lítið af aukadóti inn í ökumanns í rýminu. Það er að koma öllu hérna sem aukaliða hérna fyrir aftan. Það er ekki loftintæki inn í bíl? Jú, við ætlum að hafa loftintæki hérna inni og reyna að koma því það sem að verði í góðu skjóli einhvers staðar. Hvar er loftintæki á mótornum hérna? Það er á Vestastað. Það er hérna, þannig að þetta þarf að fara í burtu eða sem sagt toppurinn af stýristælinu fyrir í burtu og svo kemur rör hérna inn og sem sagt loftsíðubóksi verður annarkvort hérna eða við komum í þangaðalið aftur. Já, ok. Það er voðalega spennandi hugmynd. Já, eitthvað flókið og gaman. Já, við gerum þetta eitthvað aðeins öðruvísi heldur en einfaldasta lið. Og gólfið og allt þetta verður allt lokað? Já, það verður lokað gólfið í honum hérna sem sagt inn í ökumannsrýminu og svo botn undir honum. Já, hann verður alveg lokaður neðan frá? Já, hann verður lokaður alveg neðan frá. Og alla tengingar, bensín og kælivatn og það verður í milligólfinu og milli. Og þess að það verður ekkert í skothríðar neins staðar allt? Nei, það á alltaf að verða varið. Já, ok. Hljómar rosa spennandi. Og verður toppur á honum eða? Já, og verður topplíf á honum. Topplúa? Nei, ekki til að byrja með. Það verður topplíf. Topplúa það? Nei. Og það verður bara, þetta standast bara ál. Svo þetta ég hlífðareyru til þess að hlífa aðalbógunum hérna. Er það ekki verið asnaeyru? Jú, asnaeyru, hvernig er þetta? Einhver hafi kallað það? Já, þegar hann fer veltu þá ætti að hlífa búrinu, einhverjum hluta til. Já, hérna, alltaf ég mun eftir þig sem ég ætla að spyrja þig. Það er rættið langt hjá okkur en það er alltaf leið. Hérna, þetta virkar nú bara eins og venjuleg púskrin. Þetta er venjuleg púskrin. Þetta er bara úr Dodge Challenger, Hellcat. Býður hann á ekki að vera flækjur á honum? Nei, það þarf ekki fyrir til þess að ná þessum 700 hestum út úr. Það er ekki nema? Þá verður það ekki. Nei, það verður látið dög. Ömmu mótor? Já, þetta verður bara þægilegur rúmsmótor. Já, að verða það. Hérna, svo verður náttúrulega með hljóðkúta líka, eða ekki? Já. Þú ætlar ekki að vera háa það? Nei, þetta er bara ömmubíl, sko. Það verður bara hljóðkerfi að undir honum. Verður geislaspilari? Nei, við ætlum að hafa útvarp án geislaspilara. Já, ok. Gamla fólkið. Já. En við ætlum ekki að vera með meiri háað í honum heldur en bíllinn hjá Svan. Það er viðmiðið? Það er viðmiðið. Já. Smá svona kvísl. Já, þannig að það verði, mér þótti það ægilega fínt hjá honum að hann er með hljóðkerfi undir honum, 2 kúta og það er engin gríðarlegur háað í þessu. Það voru þetta að setja þetta í gang hérna og ef það þarf og keyra þetta inn og út úr bílum annars að æra alla eiguna. Já, nákvæmlega. Stutt á milli húsa? Já, það er það.